að fara í skipanir mirror, trim og extend og fillet. Og þetta fillet, við gerum það nú aðeins hérna með rektangulun hérna áðan. Þannig ég ætla bara að hafa hérna 2 línur. Það þurfa ekkert að mætast eða neitt. Og ef ég vel fillet þá tekur hún horn. Ég get líka valið að hún taki radius. En ég ætla bara að segja select first object og næsta. Og þá bara býr hún til horn af því ég var ekkert búin að stilla neitt af. En ég get gert þetta aftur. Og ég ætla að segja hérna 50. Gerði eitthvað vitlaust. Það fillet er með radiusin, fyrirgeðu. Það er chamfer sem er með að tekur hún hornið af. En ég segi hérna fillet og radius, þá ger ég R fyrir radius. Og ég ætla að setja hann 50. Þá erum við komið 50 gráður hérna. 50 radius meina ég. Ég get náttúrulega tósað þetta út ef ég vil. En svo er ég með hann að chamfer. Það virkar alveg eins. Og select first line. Og þá er það distance eða angle. Ég ger bara D fyrir distance. Þá þarf ég að gera fyrsta hornið því hún hugsar frá þessu horni hérna. Þá er það hvar þessi á að vera og svo hvar hinn á að vera. Og þá kannski ger ég bara 40. Og second. Bara gera það 80. Og svo þess að þá er fjarlægðin hérna. Ég sýn ykkur bara hérna með measure. Þá er þessi hérna fjarlægði 80 og þessi hérna fjarlægði 40. Ég var ekki alveg í réttri línu hana. En svo er ég með mirror. Það er bara speglun. Og ef ég vel hérna þetta sem ég vil spegla, hægra smelli, svo þarf ég að velja einhvern ás til þess að spegla Ég get gert þetta aftur. Repeat mirror. Ég get haft ásinn hérna á ská. Það er að segja ef ég tek orðó af. Ég get sagt henni að ég vilji að hún stróki hann út. Source eða sérst upprunalega hlutin. Ég get gert uppslón fyrir yes. Og svo get ég hérna skala hlutina. Dæmis eins og ef ég vel allt þetta hérna á hægri smelli. Svo segir hann specify base point og ég vel bara eitthvað. Og þá verður hún hérna alveg í þvílíkan ham. Og ef ég segi R fyrir reference og einn er uppálega lengdin og ég ætla að gera það 4 sinnum stærra. Þá verður þetta auga 4 sinnum stærra. Þetta hér. Ég hefði líka getað látið hann að kópera það og skilja það eftir litlu auga. Þá bara í staðinn fyrir að velja R, það er satt C. Og hér eru fleiri skipanir hérna. Hérna er hægt að lengja. Hér er hægt að editera í spline og polylínu og hatsi og array sem ég eftir að fara í. Hérna er draw order.
Það er reyndar annar tæki sem er mjög gott að hafa hérna upp í Quick Access Toolbar. Þá geta bæta hana þangað. Og þessi hérna, hún deletar duplicate objects. Þannig að ef ég er með hérna línu, gerum við hérna orðþá. Við erum með eina línu hérna og svo erum við aðra línu hérna inni. Þannig að þetta er svona, ef ég vil þetta. Þá, ef við gerum hérna og velja þetta á hægri smelli, kemur hann með einhverja tolerance og svona sem ég að hafa. Ég gerir bara OK. Það sé að það er búin að deleta þessa línu sem að var minni. Getur verið ágætt að nota þetta svona til þess að reynsa til. Taka til eitt sig. Og svo er þetta með explode. Þá sprengir það upp eitthvað sem er samansett eins og þetta hérna. Pólilínu hérna, hún er samansett. Sprengir hann upp og þá verður þetta bara línu. Og hættir þetta að vera svona tengt saman. Og ef við gerum hérna að explota þetta, þá verður þetta bara tveir búar. Geta ekki sprengt þetta meir upp en þetta. Já. Svo erum við með hérna síðustu skipurinn sem ég ætla að fara í, það er array. Og ég get verið með hérna hring og ég vil array, vel hérna hring í það. Þá segi ég bara hversu margar dálka og margar raðir ég ætla að hafa. Ég ætla kannski bara að hafa hérna 2 og ég ætla að hafa 8. Og ég get svo stillt að heildarlengdin það eru 8 hringir og heildarlengdin á að vera 1000. Eða ég get sagt að það á að vera 200 á milli. Og það er sama hérna, 200. Ég get líka farið hérna og gert annan hring og hérna og valið polar array. Þá vel ég hringin hérna og base point, það er þá hvar er miðjan á hvernig ég ætla að snúa þessu. Og ég ætla að gera 12. Þær eru að fylla 360 gráður. Og get þá valið hérna hvað ég ætla að hafa margar raðir. Og það er fram til göttunum. Ég get tósa svo hérna í, gert þetta meira. Svo erum við með hérna path array. Þá get ég verið með hérna spline og því er ekki að hafa orðþá. Og svo get ég sett hérna einhvern hring hérna. Og þá fer ég hérna í path array. Þá er fyrst að velja hlutin sem að ég ætla að láta fara eftir þessari hérna vegalengd og svo vel ég path og ég get haft þetta 4 raðir ef ég vil og þá fer þetta eitthvað hérna út þessu grus. Það getur verið ágætt að gera ef maður þarf að mjög gott að nota þetta í alls konar
þá er ég búin að fara yfir allar Modify skipanirnar sem ég ætlaði að fara yfir. Svo lærist hitt hægt og rólega. En í næstu glæru ætlaði ég að fara hérna í blokk.